að hlusta hérna á FM 95 Blöð á FM 957 klukkan orðin 4 og þá hefst okkar þáttur fyrir ykkur sem hafa ekki hlustað áður. Það mánudagur, þannig að hann situr hérna beint á móti mér, hann Björn Bragi. Bjössi, verður velkominn. Takk fyrir, halló. Hvað segir kjallinn? Rosa gott. Það ekki? Þú veist að ég farir að gíra mig upp í að mánudagur svona föstudagur vikunar hjá mér sko. Já, við höfum aðeins verið að lyfta honum upp. Við vorum að spila svona netta þunglindistónlist þetta mánudagum, en það að breytast núna. Já, það var stefnubreyting þessum þætti. Já. Og þetta var mánudags djamþáttur. Akkurat, enda hef ég heyrt að mánudagurinn hafa tekið þvílíkt við sér niður í bæ á flestum skemmtustöðum landsins. Drykkja hefur aukist eftir að við byrjuðum. Sem kannski ekki jákvætt, en gott einhvað síður. Talandi drykkju, hvernig var helgin hér? Hún var bara allt í lagi sko. Varstu rólegur eða? Nei. Aldrei rólegur. Aldrei rólegur. Gerir alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað. Þú ert svona, það er rólegerið þér, það er aldrei ekki algjört slaginn sig eins og hann kallaði það. Nei, ég er róleger Reykjavíkur. Já, og hvað gerði óleger Reykjavíkur hérna? Þessa helgina? Þú veist nú, eitthvað fólk hann úti heldur að ég sé að meina þetta sko. Ég var bara í góðra vinna hópi. Já. Fengum okkur nokkra kalda og svona á laugardeginum og kíktum aðeins út, en það var nú ekkert alvarlegt samt. Nei. En þú sjálfur, ert að standa við Janúar Blöð? Það eru Janúar Blöð, hann sem sagt ég á 23 daga afmæli núna, edru afmæli. Okay. En sko fyrsta, nú bara ein helgi eftir og þá ég búinn að klára Janúar Blöð, en ég verð að viðurkenna að ég að fá hrikalegt ógeð á henni sjálfur. Já. Ég alveg bara. En munt þú ekki sko, nú klikkaði ég strax á Janúar Blöð og ég fekk mér síðustu helgi og svona. Já. Munt þú ekki þegar að þú ferð aftur í gírinn? Já, rólegur. Þegar gamli heiti kemur tilbaka. Já. Muntu þá ekki sko, þú veist, muntu þá ekki taka það harkalega á því að Janúar Blöð var eiginlega bara til einskis? Alls ekki sko, það er nefnilega ekki þannig. Þetta er nett hreinsun, þægileg. Þetta er andlegt. Já, þetta er bæði, ég að taka andlega og líkamlega bara hliðinni í gegn þarna í janúar. Og nei, hvað, það verður ekki svo gróft þegar hann kemur tilbaka. Þú ert líka búin að vera í einhverju massíu átæki, er ekki líka settur átæki? Nei, bara svona, maður hefur ekkert annað að gera með það. Það væri komið svo lága fituprósenti og... Já, mitt góður, hérna, það er eitthvað framöndan hérna á okkur strákunum. Þú ekki að tvíta myndaði, berum og ofan og svona. Það er frekar við tvítum myndaði þessari skiptuðinni. Hvað veistu þessa? Þetta nú bara vennileg skiptu 17, þetta flott skipta. Já, þú ert komin í bullandi börn alltaf þegar við ræðum fatastíluðin. Mér finnst þú mjög flott. Ekki dæðinni. Þú ert flottur. Já, þú ert dæði. Við erum með þéttan þátt sem fyrir við Bjössi í dag. Það er nóg að vera hjá okkur og meðal annars netmisnotkunin, barnalandið og svo við erum með sláandi, við þurfum að heyra í einu mann og eftir, skulum ekki gefa of mikið upp, en hann fekk hart svar á sig á Facebook daginn. Strákur sem var allt í öllu hérna fyrir svolítið síðan, en hefur ekki heyrst jafn mikið frá honum upp á síðkasti. Og það er kannski hann er hvergi hættur. Nei, við heyrum nú betur í honum á eftir, en svo náttúrulega á sínasta við ætlum að vera með könnun sem við fundum inn á barnaland.is stelpuna þar voru að tala hver væri kynþokkafyllstur í landsliðinu. Já. Ætlum að skoða það. Og hlustendur til að gefa sitt álit. Athuga hérna stelpunum sem er að hlusta hérna á þáttinn, hvað þeim finnst þetta allt saman. Og það er enda svolítið þannig talandi íslenska landslið að maður á í svona nettu love and hate sambandi við það lið. Já. Ég elska það núna. Já sko, ég held bara við elskum það of mikið til þess að horfa á þá. Ég get orðið geðbilar að horfa á. Já, ég veit að ég verð mjög pirrað. Þetta er líka svo pirrandi íþrótt einhvern veginn að sko, en stöldum við bara fyrstileikurinn, þá var bara mark til skiptis í klukktíma, svo bara búm, Króatía vinnur. Þú veist, þetta bara einhvern veginn, þetta gerist bara alveg á lokamyndinu og maður er bara Og það er líka bara eins og dóm, veist, ég skil ekki dómgæslu í handbolta. Það er eins og bara, þeir ráða alveg öllu. Já. Og það er bara að segja það er kannski eitthvað þinga og pyrringur í einu dómaranum, hann bara þetta er leiktöf. Já. Og það er ekkert þetta að segja við því. Svo kannski hann í fíling í næstu sókn og þá leifir hann sóknin að vera miklu lengur. Ég nægir sér ekki. Ég er búinn að horfa á handboltaleiki síðan ég var barn, sko, bara maður er búinn að horfa á 200-300 leiki í gegnum ævina, sko. Ég skil ekkert í dómgæslunni, sko. Nei, ekki neitt. Þetta er alveg fárandi. Ég veit ekki eins og hvort þessu búinn að vera heppnir og óöfnir með dómgæslu. Allavega, sko, Norsararnir brjáluðistur við slóum þá út, vildu meina þeir átt að fá víti og eitthvað svona. En ég meina Ísland reif sig upp í gær, það er ekki hægt að segja hana. Rústuðu sig með 6 mörkum og það er greinilega einhverjar andvöku nætur og menn að blogga á nóttinni hafi skilað einhverju. Já, nú sendum við þá bara allir að blogga á nóttinni, sko. Já, ég held að allir að koma með svona breiðfartspistil og halda það bara áfram, sko. En er þetta ekki þannig núna ef við vinnum þessar 2 leiki sem eru núna, þá komumst við áfram, ekki? Það er ekki eins og pottet. Það er að sorglega þessu, sko. En það er mjög líklegt ef við vinnum bæði liðin. Það var einhver að reyna að útskýra þetta fyrir mér í gær, en það eru mjög góða líkur ef við vinnum bæði Frakka og Spánverja. Svo er það líka annað, sko, þessar reglur á þessum stórmótum. Þú veist, hvað varðum bara 4 lið í riðli og 2 komast upp? Það var nákvæmlega. Taka með sér stig, eitthvað. Ég skil það ekki.
enginn skilur neitt. Nei. Ég held ég skilja ekki eins og sjálfur. Þetta mjög flókin íþrótt, við getum ekki rætt það mikið meira hér. Það komið að fyrsta lagi þáttarins og það með þess að það ekki tunglít í gangi. Yes. Þetta bara Earthquake fyrir... Hérna á FM 95 Blö á FM 957 við Björn Bragi hérna með ykkur til 6 í dag í Fanta Feeling og eins og alltaf á þessum tíma dags að þá komið að slúðurpakka dagsins. Þetta tilbúin í hann, Björnsi? Slúðrið. Yes, ég með ágætis pakkandaðir í dag. Ok. Ég ætla að byrja á því að Heidi Klum ofurfyrirsæta og söngvarinn, ég reyndar ekki heyrt lag frá þessum manni í svona 10 ár. Síðan Kiss from a Rose. Já, og hann kallaði sig Seal eða Selin. Þau eru að skilja. Já. Og það sem sagt... Þetta var nú svolítið svona odd couple, var það ekki? Jú, það verðast margir vera mjög hissa á sem skilnaði. Ég nú bara skil ekki hvernig það gátt að byrja saman, sko. Þetta er pínu svona Beauty and the Beast. Ég segi það líka. Já. Hann er líka með eitthvað svona, Tyson dæmi í andlitinu, eitthvað svona svart. Já, hann skar sig eða eitthvað. Ég veit ekki hvað kom fyrir hann, en já, það er ekki það. Þetta getur örugglega verið frábæri manneskja, þó hann sé allir út í örum, sko. Já, hann líka syngur mjög vel. Já, það er nefnilega, sko, stelpur, kvenfólk heillast af fallegum söng. Já. Það maður bara sé það í gegnum tíðina, sko. Af því að þú veist, það er alltaf hægt að slökkva ljósin, sko. Já, nákvæmlega. Og bara hlusta á góðan söng. Já, en ég heyrði, það var nú einhvern veginn í einhverju viðtali sem að Heidi Klum sagði hérna, hún spurði hvað væri best í fari manninum hennar. Og Selnum, sem sagt. Já, Selnum, og hún svaraði hún sagði orðrétt að svarið væri of dónalegt fyrir sjónvarp. Basically var hún að segja í rauninni að... Kakk. Já. Takk fyrir það. Þannig að, en hún er greinlega komið leið á þeim báðum því að þau eru að skilja núna og það er einhver sem segir mér að Heidi Klum hafi átt svona fyrra skrefið í þessum skilnaði. Herru, ég er að fletta hérna upp á Wikipedia, veistu hvað hann heitir fullu nafni? Seal? Já. Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Okkur kallar hann sig ekki bara fullu nafni. Já, þægilegt svona tónlistarnafn. Það er erfiðar að komast að. Ætli Heidi Klum viti sjálf hvað hann heitir fullu nafni? Hún er örugglega nýbúin að læra það, sko. Nýbúin að ná að muna það þegar hætti saman. En alltaf var selurinn að hætta með Heidi Klum, alltaf leiðilegt að heyra svona skilnaði. Svo er það Steven Tyler sem er nú bara einn minn uppáhaldsjónvarpsmaður, uppáhaldstónlistarmaður. Vinur okkar. Já, þetta er maður sem ég dýrka og fannst þeim Dýrkar hann ekkert. Steven Tyler? Já, dýrkar hann. Ég er Aerosmith aðdáandi, sko. Já, þeir eru flottir. Já, og svo er hann líka hrikalega öflugur í American Idol. Mér finnst hann ekkert smá skemmtilegur. Hann er svo að reyna á alla keppnina. Já, ég fíla það. Og sástu þetta helgina þegar hann var hann eitthvað this was hot and blah blah like your daughter. Já, hún var 16 ára, pappi líka bara, slakaðu félagi. Það er hann var einmitt mjög góður í American Idol helgina. Og skemmtilega þettir. Og já, hann er harðilega gagnrýndur í Bandaríkjunum núna eftir að hann söng þjóðsönginn fyrir leiki í ameríska fótboltanum í gær. Já. Og við skulum bara, ég með þetta hérna, við ætlum nú bara að leyfa hlustendum að dæma. Það er allt vitlaust út af þessu hérna, heyrið þetta eins. Þetta er sem sagt Steven Tyler í gær. Mér finnst það nú bara ákveð þann. Þetta er löstum á lögin. Það er alveg heilt að vera. Það er allt trillt á það, sko. Já, og svo flugu herþóttur yfir og allt vitlaust, en hann er... Þeir voru brjálaðir yfir þessu Bandaríkjum. Já, vildu meina hann hefði sungið alveg skelfilega og það hafði nú ekki komið neinn yfirlýsing frá Tyler sjálfum, en þarna heyrði þeir hlustundur, ég held að séu nú bara sammála með. Þetta var ekkert svo skelfilegt, sko. Þetta var samt, hann má alveg muna sinn fífil fegri, sko, þú veist, hann er ekki með alveg þessa kraftmiklu rödd sem hann var með Beck. Nei, en það maðurinn þó, sko, það er búið að láta strekja aðeins á honum, held ég held að maðurinn sé að verða líka, sko, 70, hann allavega orðin 60 ára, held ég, sko. Já, hann er hundgamall. Þið voru saman í skóla, var ekki? Jú, hann var einmitt þarna á Sauðárkróki, gagnfræðaskólanum með mig þar. En svo er lokaslúðrið
við, það íslenskt og það hún Jóhanna Guðrún, en hún flutt til Noregs. Hún segist ekkert Jay Good. Já, Jay Good Brun. Hún segist ekkert vera að flýja Ísland, en hún geti haft það nokkuð gott að úti og haft það betra enn á Íslandi. Þannig að hún ein af þeim sem eru farin til Noregs, sem ég skil ekki. Er ekki hennar markað svolítið í Noregi og Svíþjóð eftir Eurovision og svona? Jú, hún var að gera góða hluti alltaf í Svíþjóð eftir Eurovision og hún einmitt að flytja út til þess. Hún ætlar að reyna að gera eins meira úr tónlistarferðinum. Já. Hún kannski ekkert búin að vera svo virkasta hérna heima. Nei. Hún fanta góð sönguna. Já, hún hrikalega góð sko. Hún ætlar að stóra sig frábælega í Eurovision. Svo komst hún ekki áfram, manstu. Hún reyndi aftur við Eurovision en fór ekki út. Já, einmitt. Þannig að hún alltaf að flutt til Noregs í kuldan og kaupið sér væntanlega bjór á 2,6. Til hamingju með það, Jóhanna Guðrún, ég vona skemmti þér þarna. Til hamingju. Herðu, þá slúðupakka dagsins lokið. Hvernig fannst þér hann? Ég gef honum 2,5 stund. Ég veit það maður, hann var ekki þéttur. En við erum svo skemmtilegir. Ég hélt ég væri aðeins á svona djúsan með því að spila Steven Tyler fyrir þig, sko. Það var gott. Já, þannig að það, mér finnst að gefa þig svona smá. Er þetta ekki 3 ár? 3 stundur? 3 stundur. Takk. Fáum Coldplay og talandi Eurovision. Ég ætla að spila fyrir ykkur besta Eurovision lag allra tíma og þá ennþá eftir að frumflytja. Það verður frumflytt næstu helgi með Herberti Guðmundsson. Já, hljómsveitin Coldplay og Paradise. Ef það einhverjir Kínverjar að hlusta á FM 95 Blö í dag, þá vil ég óska þeim til hamingju með, bara óska þeim gleðilegst nýs árs. Já, nýtt ár núna í Kína. Já, það nýársdagur í Kína í dag, 23. janúar. Er ekki FM 95 Blö sendt út í Peking? Jú, þannig að það gleðilegt nýtt ár og eru margir Kínverjar á Íslandi núna, veistu það? Það eru 600 Kínverjar hér. Í alvörunni? Ég veit ekki. Ok, menn ef einhver veit það, maður sem hann getur betur. Fóttið einhverjir, sko. En ég var einmitt að, sko, þú veist að segja mér þetta, að vera nýtt ár í Kína og mér dætti huga að taka, sko, að reyna aftur við janúarblöð, núna kínverskan janúarblöð. Kínversku janúarblöð? Já. Þannig að þú þarf þá að taka 4 vikur eftir þess frá með deginum í dag? Já, ég reyndar mun röglega klikka næstu helgi því að þá er ég að fara til Kaupmannahafnar, en það er annað. Já, þetta er reyndar, það eru kannski einhverjir Kínverjar sem að byrja janúarblöð núna og óska þeim góðs gengis. En það ýmislegt sem að Kínverjar, þeir eru voða sérstakir, sko. Það er rosalega margt. Ekki vera með þessa fordóma. Nei, ég er að fara að lesa hvað þeir eru sérstakir gagnvart mér og það er mjög gott að vera sérstakur. Mamma sagði alltaf að ég verið sérstakur. Og það er ýmislegt sem að sko Kínverjar gera á nýársdag, þeir eru með reglur á nýársdag sem að við Íslendingar þekkjum ekki. Og ég ætla að lesa þetta nokkar. Þú átt alls ekki að þvo þér hárið á nýárs af því að þá ert að þvo frá þér heppnin á þessu ári. Já. Hvernig dettur svona bull í hug? Ég kaupi þetta. Já, ertu búin að, veist... Ég hef ekkert þvoð mér hárið þessu ári. Nei, herðu, bara þetta ekki, þú erum bara alltaf með þá brandara í Galata. Bara eitthvað svona, herðu, ég er nú bara ekki að gefa stelpur sinni fyrra. Og eitthvað svona. Sagði þetta 1. janúar. Já, maður gæti alltaf sagt þetta 1. janúar eitthvað, en svo var einhvern veginn í skólanum sem að vinur minn tók hérna, ég ætla nú ekki að nafngreina hann, þá tók hann bara, herðu, maður er ekki búin að vera í sturtu sér í fyrra. Það er 5. janúar. Þetta var svona full seint með þann brandara. En herðu, það eru fleiri hérna, þú átt að vera í nýjum fötum á nýjás. Við erum nú sammála því, ekki? Já, fer maður ekki í nýföt á nýjás? Nei, maður fer ekkert endilega í nýföt, fer maður ekki bara í jakkafötin. Já, ok. Herru, þú átt að reyna að vera í rauðum fötum líka, því að það er joy and happiness. Það fylgir mikil gleði því að vera, og ef þú ert í rauðum fötum á nýjástað í Kína, að þá ertu gladur allt árið, segir. Já. Og svo áttu ekki að lána pening á nýjástag, því þá ertu að lána pening allt árið. En hver er líka að biðja eitthvað lán á nýjástag? Já, jú, lána mér þetta fyrir frá flugveldum í kvöld. Já. Lána mig fyrir Kínverjum. Já, herru, áttu 2000, nei, það er þetta, þú veist, þú ert kannski á einhverju nýjársfagnaði og stendur eitthvað illa og ætlar að fá þér 1 trefaldan eða eitthvað. Ég veit það ekki, Herðu, svo áttu ekki að fá lánaðan pening heldur því að þá ertu að fá lánaðan pening allt árið. Þeir vilja sem sagt meina það að margtaði Kínverjar sem þú gerir á nýjársdag eltiði allt árið. Já. Hvað er ekki ár drekans núna í Kína? Já, þeir eru alltaf með eitthvað svona voða spes. Ég vil hafa eitthvað svona á Íslandi líka. Eitthvað svona ár rottunar og ár drekans og eitthvað svona. Já, það getur verið sniðugt, sko. Það er ýmislegt sem við meðum alveg læra af Asíubónu, sko. Já. Hann er mjög gáður. Já, og hann er líka, sko, hann kann að fara með pening. Hann er fluggáður. Já, þannig að það er kannski eitthvað að ég er að fara að labba meira í rauðum fötum. Ég er náttúrulega United-búningarnir eru rauðir og talandi það, hvernig fór ég á Tottenham helgina, Bjössi? Það fór bara nokkuð vel. 3-2 tap. Þú getur bara þakka fyrir að ég mættur inn í dag því ég kom í snöruna. Gátt er ekki, veist það, ég hélt svo með þeim
City einhvern veginn bara, ég þól ekki City og þeir eru efstir. Líka sko að því að City komst í 2-0, svo jafnar Tottenham bara mjög vel á frábæran kafla og eru bara miklu líklegri í síðustu mínúturnar sko. Já, Defoe fekk náttúrulega dauðafæri þarna sko. Já, bara og fyrir það, þú veist, Tottenham var meira með boltan og allt sko, þú veist, maður var bara, þetta að fara að gerast? Ætlaði bara að stela þessu. Já. En nei. En Balotelli, hann kláraði eitthvað menn. Þetta var samt góður íþróttadagur fyrir, mig allavega í gær. United vann, Ísland vann, Tindastóll fór áfram í bikarnum og Giants unnu og eru konur í Super Bowl. Gerir þú eitthvað annað en horfa á íþróttir? Já, ekki neitt annað í gær allavega, það nokkuð ljóst. Herðu, við ætlum að fá hérna nokkrar auglýsingar, svo komum við með Barnalandið. Þetta smá. Magasín á FM 957. Á 50 fáum við tónlistafólk í stúdíu til að koma og taka lög eftir aðra íslenska tónlistamenn og þeiminn í dag eru íslensku kóngarnir Ubbi Mortens og Björgvin Halldórsson. Þig dreymir kannski sem Fylgstu með í beinni á FM í hverri viku. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. FM 95 Blö í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Gretia.is Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Óskar Hjálmtýsson, einn vinsalæsti söngvari Íslands, þetta með UNICEF-lagið Megi það byrja með mér en það hins vegar komið að Lífið í Barnalandi. Já, hvað að gerast í Barnalandi? Já. Lífið í Barnalandi enda mjög gott nafn á þessum. Já, það ekki, við ætlum að byrja bara með spin-off, bara sjónvarpsþátt. Já, það enda en málið að það er rosalega margir að inni. Já. En þetta var held ég stofnað sem vefur til þess að ræða börn og annað. Já, svona uppbyldi og eitthvað svona og barneignir bara. Já, en þetta er orðið eitthvað allt annað. Allt annað. Já. Og það er bara minnst rætt börn núna. Já, og þú valdir einhverja 3 spurningar sem að hafa, þetta er bara gert, þetta er síðustu 2 daga sem þetta kom inn, eða ekki? Þetta er allt bara í dag, sko. Nú, allt í dag? Og ég þurfti bara að veiða bara nokkrar, því að það er svo mikið af skemmtilegum umræðum þannig. Já. En svona fyrir þá sem eru að tjúna inn og heyrði okkur ekki í síðustu viku, þá er Lífið í Barnalandi, þá veiðum við út einhver topic sem eru inn á Barnalandi. Já. Og við ræðum þau hér og gefum lausnir. Já, við erum svona líka, þetta er allt eiginlega spurningar, sko, oftast frá konum og við ætlum svona, ég ætla að reyna að hjálpa að svara þeim. Já, nákvæmlega. Sko, fyrsta er svolítið skrítið. Ég ætla bara að lesa innleggið frá þeirri sem að skrifa það. Hún kallist sig Zuleika og fyrirsögnin er taka 2 með tippi. Ok, ég kann bara á umskorinn tippi eftir að hafa verið í sambandi við þannig undanfarin ár. Er búin að gleyma þessu. Er að hitta ekki umskorið tippi núna og ég bara spyr, hvernig eiga þau að vera? Finnst þetta tippi eitthvað funky? Svona forhúðardæmi eitthvað? Finnst hann eitthvað spes á bragðið? Og til að toppa þetta þá fekk ég mega illt í hálsin eftir að hafa farið þarna niður. Er að spá í mig hreinlæti og sýkingadæmi í þessu. Sorry, kannski ómiklar upplýsingar en please hjálp. Já, þetta er hún Zuleika, vinkona okkar. Já, hvað segir þú við þessu Auðun? Hún þarf hjálp. Já, þegar stórt er spurt. Ég sko reyndar held að vandamálega tengist ég ekkert hvort að þetta tippi sér umskorið eða ekki sko. Nei, ég held að það sé síðasta vandamálið Sýkingu í hálsin sem hún þarf á að gera af. En umskorið og ekki umskorið. Þú veist sko, náttúrulega á Íslandi það er ekkert margir umskorður á Íslandi. Nei, ég veit að ég held að sé bara, þú veist, hvað er ekki bara 100 eða eitthvað. Ég þekki einn mann sem er umskorinn. Nei, það málega. Og það er hann Jóhann Alflúgur með Íslandi, Óttar Bender sjálfur. Já, ok, er hann, já. Hann er með glæsilegt umskorð. Hefur eitthvað spurt hann út í það? Ég hef séð það. Já, nei, en veist eitthvað ákvörðu það? Það held ég bara,
Þú veist, þetta ekki eitthvað svona hérna, þú veist, hann ekki gyðingur, sko. Ég veit ekki. Já, náttúrulega, veist, þetta er mun algengur í Bandaríkjunum, sko, og þar skrítin þú ert ekki umskorinn, held ég. Já, nákvæmlega, það bara í hérna, þú veist, þegar maður sér í þáttum eitthvað bara, og konurnar bara eitthvað, oi, hann ekki umskorinn, oi, bara. Já, manstu, Joey þurfti að vera ekki umskorinn og hann var að reyna að feika það í Friends, sko. Já, nákvæmlega, með eitthvað kjötbita, eða eitthvað. Ég, sko, vá, ég geti gert með það svo miklu fyrir. Ég hef voða lítið vita á þessu. Já. En mér finnst bara mjög töff að vera ekki. Ég held að það sé bara það skásta sem ég get sagt það. Mér líður mjög vel eins og ég og það er alveg hreint og fínt. Þú ert líka með góða og fallega fórhúð. Já, en hún segist ekki kunna, veist, hún kann bara umskorinn Debbie. Já, ég veit að, er þetta eitthvað sikkort hérna, sikkort svona... Ég meina, er þetta ekki bara... Húnstinn? Það getur ekki verið mikill munur þarna á, fjandinn hafið það. Nei, nákvæmlega. Þetta er allavega ekki eitthvað sem er kennt. Okkur líður ekki vel með þessu umræði. Nei, sveimi þá, viltu ekki bara hoppa í næstu? Jú, það er bara umræða helgarinnar. En myndirðu láta umskera fyrir pening? Fyrir pening? Hversu mikið? Myndirðu gera það fyrir 1 milljón? Nei. Ekki? Það er svolítið mikið peninga. En þú veist það eru margir að gera þetta í Bandaríkjunum, þú myndir ekki gera þetta fyrir 1 milljón? Ég held sko, ef þú ætlar að gera þetta, þá þarftu að gera þetta snemma á ferlinum, sko. Já. Þú er svo vanur, sko. Já, nákvæmlega. Vanur mínum. Já, það er líka ógeðslega leiðilegt að vera orðin 30 og þurfa að kynnast honum aftur einhvern veginn. Já, nákvæmlega. Næ, maður veit hvað maður hefur það núna. Já. Breytir ekki sigurliði. Nei, það er rétt, já. Herru, umræða helgarinnar, basic, MS Ís, strákaís og stelpuís, finnst ykkur þetta í lagi? Já, hún var brjáluð þessi. Þessi reynda bara svona varpaði fram spurningar, en svo kom alveg heilangur þráður, þar sem allir voru, eða þú veist, fólk var svona með mismunandi skoðanir á svo sjálfsögðu. Já, þetta er ekki svona nettur líka stormur í vasklæsi. Hvaða máli skiptir þér þetta? Ég er sammálaði. Ég reynda, mér finnst þetta ekkert eitthvað, mér finnst þetta alveg nett astnalegt, sko. Já, ég er sammála því. Mér finnst þetta pínu kjánalegt að vera með stelpís og strákaís, en hverjum er ekki saman? Já, nákvæmlega. Þetta er auðlalegt, sko, og lúðalegt, en who gives a, sko. Já, það er, sko, hann er búinn að fá hótanir markastjórinn og eitthvað, þú veist. Hvað er að gerast í lífiðinu þegar það fer svo rosalega í taugarnar þér að setja stelpís og strákaís að þú bara hefur upp á nafninu á markastjóra MSIs og hringir í hann? Ég held að bara, maður er bara þakkláttur ef þetta er stærsta vandamáli í lífið manns. Já, vá, ég næðis ekki, en þú veist, myndi maður ekki bara flippa og kaupa sér stelpís og... Nei, þá ertu... Nei, þú veist, þetta var þetta ekki bara eitthvað, ég skilir þetta ekki, sko. Þetta er eins og með salti, þetta er svona, ég nenni ekki að skipta með aðeins, eitthvað. Nei, þetta er alveg út í höft. Herru, næsta umræða. Já. Hall pass fyrir kærastan. Við erum með sem sagt í lífinu á Barnalandi. Já, við erum í lífinu á Barnalandi og þetta eru umræðefni sem er verið að ræða þar og við erum að finna lausnina þeim. Hall pass fyrir kærastan. Ég er að pæli að gefa kærastanum mínum hall pass yfir næstu helgi. Hefur einhver önnur prófað það eða er þetta bara alls ekki sniðug hugmynd? Og ef að, sko, kvikmyndin Hall Pass er það sem umræðir, þá er hún semst að tala að hann fái eina helgi til þess að gera allt sem hann langar. Já, eins og í bíómyndinni. Já, hvort sem það er að sofa hjá annarri konu eða öðrum konum eða hvað sem er, sko. Já, en fær hún þá ekki Hall Pass í leiðinni sjálf, eða? Hún tekur ekki fram, sko. Hún segir bara að ég er að pæli að gefa kærastanum mínum Hall Pass. Ég held að þetta sé vitlaust það sem hægt er að gera. Já, ég líka, sko, ef að menn eru komnir á þann stað að langa svona í Hall Pass, þá ætti það nú kannski bara að fara aðeins að endurskoða sambandið sitt. Já, nákvæmlega, og það er líka, ég las einhvers staðar að eitt svarið var ef að það var einhver konan sem að vildi gefa manninu sínum Hall Pass, ef hún fengi Hall Pass líka sjálf. Já. Og hvernig getur það farið vel einhvern veginn? Hún náttúrulega er bara að spyrja þetta af einni ástæðu, sko, þegar hún er með eitthvað í... Já, hún er með eitthvað tilbúið. Það er ömurlegt að fyrri til að minnast á þetta. Herðu, ég var að taka Hall Pass, Helgi. Já. Gaurinn eitthvað, já, tekur strax síman, hún er bara með þetta að plana þetta. Já, nákvæmlega, en það er, sko, ef ég ætti kærastu og við myndum gera svona Hall Pass, ég gæti aldrei lifað af einhvern veginn. Ég gæti aldrei ekki hugsað bara, fyrsta sem ég myndi spyrja bara, hvað gerður þau? Ég geti ekki einhvern veginn bara, þá er þessi helgi farinn, þú gerir þitt, ég gerir mitt, þetta myndi gera mig geðbilan. Já, ég held að þetta sé ekki holdt í neinu sambandi. Nei, við hvetjum fólk til að sleppa Hall Pass. Þú varstu með eitthvað fleira? Ég er með hérna 4. umræðefnið, spurning til kvenna, kingið þið. Ja, þetta er inn á Barnalandi? Þetta er inn á Barnalandi og við þurfum svo sem ekkert að útskýra þetta frekar. En það er bara niðurstöðnar og athyglisverðar. Það er þannig kostning. Þetta er ekki, þú veist, fólk tjáir sig. Já, ég skilji, ok. Hvers konar kostning er þetta inn á vef sem heitir Barnaland.is? Ég veit ekki, sko. Og niðurstöðnar eru þær að 40,8% segja já og 59,2% segja nei.
Ok, hvað voru margir sem greitt atkvæði þessu? Já, þetta eru 400 atkvæði sem eru greitt og það er bara ágætis úrtak, sko. Já. Þannig að sko, og sumar voru bara brjálaðar, bara nei, fyrr skal ég dauði liggja og eitthvað svoleiðis, sko. Já, þetta er virkilega viðkvæmt umræðefni hérna, þannig að við skulum bara leyfa þessum tölum að tala sínu máli og fá smá Legahólls með Ed Sheeran. Takk fyrir Barnalandið, Björn. Já. Stóð sér vel. Já, þeir að hlusta hérna á FM 95 Blöð á FM 957, það er mánudagur og Björn Bragi með mér. Við verðum hérna til 6 helfeskir strákandir. Við skuldum hérna smá auglýsingar og verðum komnir svo grjótharðir aftur. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Nennur ekki lengur að pína þig til að horfa á Parenthood. Situr í pirringskasti fram í eldhúsi meðan umferð í meistaradeildinni gengur yfir eins og kröpplægð. Með sjónvarpi Símans getur þú fengið auka myndlykil og hort á nákvæmlega það sem þér sýnist. Sjónvarp Símans, því það hafi ekki allir sama smekk. Heimsendingatilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum, stór brauðstangaskammtur og 2 lítra gos á 3,490. Castello.is. FM 95 Blöð er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Video Games með Lunu Del Rey. Þetta var alltaf mánudagslægið okkar. Þetta náðu að lauma sér aðna aftur inn. Þetta er svona rólegt en ekkert ofrólegt fyrir það. Þema lag mánudagsþáttarins. Já, ég held að þetta sé það lag sem við höfum spilað oftast á mánundi. Já, nú þurfum við að fara að kipa þér umferð, sko. Svona cozy. Já, en það er skemmtilegt. Já, þetta var lengi bara svona, þetta minn með bara slögum. Já, herru, það var eitt hérna sem ég kom ekki að í umræðinu lífið í Barnalandi og það er hérna að þetta er stærra topic og við vildum geyma fram í þessa innkomu. Já, nákvæmlega. Sem er kynþokkafyllsti karlmaður landsliðsins í handbolta. Já, það eru flestir að tala um íslenska handboltalandslið núna þessa dagana, enda á stórmóti og var sem sagt könnun inn á Barnalandi. Já, og það eru þarna bara verið að nefna alls konar nöfn hérna. Fyrsta segir, ég ætla að taka skarið og segja Ásgeir, hann er með þetta rugged bad boy vibe og ég fæ alveg massa fiðring í buxurnar. Svo nefnir hérna einhver Guðjón Valur kynþokkafylli með meiru, einhver segir Alexander Pettersson, önnur svarar Alexander Pettersson er nú bara frekar ófríður. Já, hérna segir einn Alexander, það þarf ekkert að ræða það neitt frekar, punktur og basta, Alexander Pettersson. Já. Og já, það eru konur á Barnalandi og við vorum að gera bara núna svona smá símakönnun við Björn Bragi og fá fólk til að hringja í 511-0957. Já. Og við ætlum eiginlega bara að spurja hlustendur okkar eða svona kvenkyns hlustendur. Já, ég ætla fyrst að segja eitt hérna í viðbót áður en opnum fyrir símann. Já. Að hérna, sko, svo fara þær að tala um að Hreiðar, sko, sem er stærsta félagann í landsliðinu. Já, ok, þetta er voðalega mikið eitthvað svona þannig. Og einhver vil meina að ástæðan fyrir hann hafi verið sendur heim sé svo að félaginn hafi hægt svo mikið á honum að því hann sé svo stór og þungur. Já, ok, skemmtilegt umræðefni þarna. En endilega núna stelpur hringið 511-0957 því við ætlum svona aðtöga, já við höfum ekki gert þetta áður. Hérna, hver er svona kynþokkafyllstur í handboltalandsliðinu okkar? Þessi handboltamaðurinn. Já, herðu, maður sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, einhver með kveikt útvarpinu þarna, FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Halló. Hvað heitir þú? Ég heiti Perla. Perla, já, ok. Ég er að spája að umorða spurninguna þess og spyrja hver finnst þið sætastur í landsliðinu? Aron Pálmarsson. Aron Pálmarsson, hann sætastur. Já, en hver finnst þið bestur? Guðjón Valur. Guðjón Valur. Já, takk fyrir þetta. Bless. Ok, bye. Það er einhver rangt að spyrja hann hver verið kynþokkafyllstur. Fáum hérna næsta hlustanda. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Allt fínt bara. Er það ekki? Jú. Herðu, þetta búin að vera að fylgjast með strákunum okkar? Já. Þeir eru allir kynþokkafullir á sinn hátt, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega bara flottasta landsliði, sko. Já, maður sér oft, sko, þegar íslenska lið er að spila, maður sér eitthvað svona hreinlæti einhvern veginn með að við mörg önnur lönd. Já. Þannig finnst einhvern veginn eins og þeir standi ekki allir saman út í hotni að reykja eftir leiki, sko. Nei. Er ekki líka bara eitthvað kynþokkafullt við karlmann sem að er að berjast fyrir þjóðin? Sveiti karlmenn. Þarf að segja eitthvað meira að það? Já, sko, sveiti karlmenn í íþróttabúning. Já, við ekki að taka það fram. Í sveitum buxum bara. Það er nóg að vera sveittur bara inn og bara að horfa á leik, sko. Það eru einhverju karlmenn sem getur miskilið þetta og vilja vera bara sveittir. Já. En hver finnst þér svona skara fram úr? Ég veit ekki, mér finnst þér allir bara, það eru rosa margir, sko. Já, þannig að mér er svona engin einn. Ég á mér alveg nokkuð uppáhaldstanda, sko. Hvað er fyrst sem kemur upp í hann að þú verður vel einn á stefnumót? Ég myndi segja, hvað heitir hann hérna?
Hérna það sem var með skeggi núna. Mér fann mjög... Róbert á línunni. Róbert, já. Róbert Bangsi. Já, alveg klárlega. Já, þú viltu svona, ertu að bear hugger? Þú vilt svona lítinn bangsa? Já, ég bangsketting. Já. Hann líka svona kærasta materiál. Já, ég var einmitt að hugsa það saman. Ég held að hann sé þvílíkur kærasti. Hann örugglega mjög góður. Ég held að hann ógeðslega góður við þig. Já. Herðu, Robby kom með 1 atkvæði. Takk aðeins fyrir þetta. Já, mjög góður. Bæ. Herðu, þá Róbert kom með 1 og Aron kom með 1. Við erum að spyrja hérna hlustendur, spurning sem var inn á barnalandi.is. Hver er kynþokkafyllsti handboltamaður íslenska landsliðsins? Við skulum sjá, F9 fyrir blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Segir þú gott? Fínt af þú. Herðu, bara ferskuð maður. Það er gott. Hvað er að brasa? Bara eitthvað rúndinum í Hafnarfirði. Bara rúnt Hafnarfjörðinn? Já. Kíkja á búlluna og slæsa burger og svona? Já, það var planið sko. Ertu búin að fylgjast með landsliðinu? Herra, já. Já. Og er einhver hérna sem að þið finnst meira sexy en annar? Herra, ég held að Björgvin Páll hlikar ekki sko. Björgvin Páll? Já. Ertu að fíla klippingun hans? Mjög stóða sexy. Já. Og vilt menn með sítt hár? Ég veit ekki sko, það fer sumum vel og sumum ekki. Já, nákvæmlega. En viltu hafa hann í markmannsgallanum? Já, heldur hann búin að keppa líka sko. Ok. Og svo líka, ég meina, ef þau eru saman andvaka, þá getur hent saman einhvern good shit pistil. Þá getur þið blokkað eitthvað saman. Nákvæmlega. En Bjöggi komin að blaða, takk aðeins fyrir þetta. Takk. Ok, herru, þá eru Aron, Bjöggi og Róbert allir konur með 1. Við erum að spyrja konur landsins, hver er kynþokkafyllsti handboltamaðurinn okkar F9 fyrir blöð, góðan daginn? Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Herru, allt ágætt bara. Já. Mér finnst að við ættum að taka upp þarna gömlu stuðfusnar aftur, sko. Já, þess að nýþrönguð þarna? Já. Já. Ég sá henni svoleiðis stuðbuxur daginn og það er hérna, þetta er svona bara nánast eins og að vera í sundskílu. Já, er ekki svolítið erfitt að keppa þessu? Jó, ég held að þetta stoppa hann bara blóðurísninginu á einhverjum held ég. Það myndi auka allan held ég áhorfa allan hjá kvennstöðinni. Já. Og það er náttúrulega það sem þetta snýst að búa til peninga, þannig að það kannski ætti bara að gera það. Já, nákvæmlega. En finnst þér eitthvað skara fram úr þegar kemur að kynþokka í landsliðinu? Já. Og maður myndi að ræða þetta sko að föstudaginn yfir leiknum sko. Eru stelpur að tala mikið þetta þegar horfið saman á handbolta? Já. Og maður horfa með nokkur strákum og þeim fannst það bara sko ógeðslega aðstæðanlegt að við værum að tala um hvað þeir væri sætastur í liðinu og við værum ekki að tala um hvernig leikreglurnar væri hjá þeim og eitthvað. Ok. En þannig að mér finnst Aron svona krúttlegastur. Aron er komið 2 stig, hann er krúttlegastur, hann er 21 árs, maður spyrja hvað þú er gömul? Er ég 23? 20, allt löglegt. Já. Það er líka eitthvað sko, hann er það ungur, það er ennþá, þú veist, þetta var bara flott sko, 21 árs, 23. Hann lítur nú samt ekki alveg út fyrir 21, hann er nú aðeins, hann er svona, svolítið massaður og svona. Já, ekki að það fekk sér skeggi sko. Já, ekki, hann er samt með þetta krúttlega unga andlit. Já, hann er svolítið baby. Já, hann er svolítið baby, þú vilt svona baby. Já, nei. Herðu, ok, takk aðeins fyrir þetta. Ok, bæ. Herðu, já, þá er Aron, hann var eftir með 2 stig. Við skulum opna hérna FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað segir þú? Ókslega gott. Ekki? Jú. Ertu búin að fylgjast með landsliðinu okkar? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, eins og allir. Og er einhver annar sem þið finnst skara fram úr í kynþokka? Já, Ásgeir. Ásgeir? Já, ok. Hvað er það sem gerir Ásgeir sexy? Svona bad look típa. Svona bad look típa, já, þetta menna svona... Hann er samt svo góðu gaur, sko. Já. Ég veit það, þú veist, það er bara svona típan sem er neskil í útliti. Já. Það er oft hættilustu típunar sem virðast róða góði, sko. Já, en hann er öðvöld, sko, hann virðist vera vondur, hann er með skeggbrótana og hann er svona svolítið svona serba lúk, sko. Já. En svo er hann með hjarta úr gulli. Já, þetta er ég ánæður, Ásgeir er komin á blað. En ég samt er alveg sammála gælur sem hringdi á hann, þeir eru allir með sín kynþokka, sko. Já, þetta er allt voða sexy strákar. Já. Fallið drengir. Er einhver sem þið Ég finnst... held að Gummi velji þetta þannig. Já, þú vilt menna hann velji liðið eftir kynþokka? Ég held það. Heldur það sé þess vegna sem hann sendir Hreiðar heim? Næ, Bjössi. Ég held ekki. Ég var mjög svart sko að senda þá 2 heim sko. Nei, ég var að það er svona, menn... Ég er að djóka, Hreiðar er flottur líka. Já, Hreiðar lifið maður. Við akkurrengarnir, við skælum þetta, þú veist, heimsendinguna en... Já, en svona þetta varð einhver að fara heim. En takk aðeins fyrir þetta. Herru, ekkert mál. Ok, bye. Herru, Ásgeir komin á blað, þetta er fyrsta sinni við skulum taka svona 3-4 í viðbót. Við erum að spyrja hvem fólki hérna á Íslandi hver sé kynþokkafyllstur í landsliðinu, FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver finnst þér svona skara fram úr í kynþokka? Aron. Aron? Nú, hann virðist að vinna þetta strákurinn, hann er með þess að leita sér að kærustu, opnaði sig með það hérna þættinum daginn. Hvað er það sem að gera Aron sexy? Bara, ég veit ekki. Nei, það er bara þessi X-faktor. Já. Já. Hvað finnst þér svona síst sexy?
Því hann með skeggi, Róbert held ég. Hann minnst sexy. Hann komst nú að blaða á hann sem mest sexy. Robert Bongsi. Já. Viltu ekki svona bánsatýpur? Ég maður sem ekkert nöfnin á öllum. Það er samt örugglega gott að kúra með Robert. Já, ég bara 13 ára, ég hef ekki mikið, sko. Já, herðu, afsakað þetta, við ætlum að götta þig, takka þesslega fyrir. Þú ert ekki að kvætta á fólk þá þessi 13 ára? Nei, það er bara, ég meina, Robert í handtekinn eða var að kúra með henni, sko. Herðu, hann getur bara að fara í bíó eða eitthvað, skilur? Já, ég er alveg sammála því, ég get að fara saman í bíó, en ekki að kúra, kannski. Herðu, við erum að spyrja hver kynþokkavilti. Handboltamaðurinn okkar, halló? Já, halló. Herðu, það er gaman að fá eitt kallmann hérna. Já. Ertu búin að horfa á landslið okkar? Já. Ekki? Hver finnst þér svona, hvoru meginn tjaldar við lækinn? Ertu hrifnar á konum eða kallmönnum þegar kemur það? Þegar kemur það ástarsamböndum? Kallmönnum, sko. Já, þú ert í hinu liðinu? Já. Já, hver finnst þér svona mest sexy? Mér finnst Guðmundur þjálfari. Er það málið? Já. Það er eitthvað við, maður sé bara reynsluna í honum, sko. Já. Hvað er það við hann? Er það reynslan? Það er held ég alveg bara glerugur. Hann líka alltaf með svo snurstilega klippingu. Já, og þegar hann er í auglýsingunum hann fyrir opin kerfi að tala um eitthvað leikkerfi sem hann er að setja upp, ertu þá alveg bara... Það er ekki að helling fyrir það. Ég hef ekki séð það, sko, en ég veit ekki hvort ég ráði við það. Nei. En það er líka, ég held, sko, ef þú kemist í rúmið með Guðmundi, hann væri með eitthvað guttshit leikkerfi hann tekur, þannig Já, ætli það ekki. Hann er örugglega með þetta allt á hreinu þarna. Hann tekur eitthvað 5-1 á hann. Já. Herðu, takk aðeinslega þetta. Já. Ok, herðu, þá Gummi þjálfari komin á blað. Hvað segirðu, Bjössi, að taka 2 eða 3 viðbót? Ég segi 2. 2 viðbót. Síðustu 2 hérna, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Ég er bara kattur hefðin og þú. Herðu, ég er bara eitur þess. Skott. Já, það þýðir ekkert annað, maður. Gerður eitthvað melgina það? Herðu, ég bara var að vinna ógeðslega mikið og... Nú, hvað er þetta að vinna? Ógeðslega mikið. Ég er að vinna með fötluðum. Ok. Og voruð þið að horfa á leikina? Já. Já. Það er ekki alltaf stemming, það? Auðvitað. Það er allir spenntir. Það er fólk að lifa sér inn í þetta? Allir spenntir, já. Herðu, hver finnst þér svona kynþokkaviltur? Ég myndi segja Aron. Aron, þá er hann bara að vinna þetta strákun. En mér langar samt líka að gefa Björgvin steg, sko. Já, Björga. Ef það er hægt líka, sko. Já, hendur með henni á hann líka. Það er eiginlega 50-50 hjá mér, sko. Ok. Þá fá þér bara 2 stig. En mér langar líka ógeðslega að gefa sjúkraþjálfarna þeirra Stjörnu í Klappan. Já. Hún er náttúrulega bara gullið á bakvið liði, sko. Já, hún er snillingur, sko. Ég hef hitt hann nokkuð sem, sko. Hún er algjör snillingur. Já, það er eðal manneskja. Ég er alveg samanlega þess. Heldur þeim kynþokkafullum. Já, hún heldur þeim sexy og heldur þeim á tánum. Nákvæmlega. En myndirðu, ef að þú og Bjöggi myndu byrja saman, myndirðu láta hann klippa sig? Kannski stytta aðeins. Aðeins að stytta þetta? Ég verð að segja það. Já, láta hann heyra það. Aðeins að stytta þetta. Já, á nefa, sko. Ég veit að ég sem sköllóttur maður get ekki riðið kjæft, en hann mætti aðeins taka af þessu. Þú mátt hata allir sem er með hár. Ég myndi segja það, já. Hann má bara taka þetta ógeðslega þykka síða hár og stytta aðeins. Nákvæmlega. Herðu, taka aðeins þetta. Ekki maður, Herðu, Aron er búinn að vinna þetta, en við ætlum að taka 2 viðbót, þannig að þetta er síðasti. Hérna, hver fær þitt atkvæði? Þú voru að lækja útvarpinu? Ég myndi klárlega að segja Björgvin Páll. Björgvin Páll. Já. Herðu, það þýðir að Aron Pálmarsson var í fyrsta sæti með 5 atkvæði og Björgvin Páll 3. Myndir þú láta hann klippa sig? Nei. Hann var náttúrulega særa, maður verður að hugsa vel hárið, en alls ekki klippa alltaf. Ok, en hvað er það sem að gerir Björga sexy? Þegar hann ver. Þegar hann ver? Já. Þú vilt hann verji þig? Já, hann má gera það hvernig sem er. Ekki hann særi þig þó hann er að særa hárið. Nei. Nei. Hættu þessu, Björn. Herðu, ok, þá er hérna, hann endaði með 3 atkvæði, takk hérlega fyrir þetta. Takk. Ok, þá erum við búin að spyrja hérna íslensk kvenfólk og 1 strák sem hefur áhuga á öðrum kallmönnum. Hver finnst þér mest sexy? Ég myndi, held ég henda mínu atkvæði á Guðjón Val. Ok. Og ég held að hann sé líka svona þvílíkt kærasta material ef ég var í þeirri deildið. Já. Ég held að hann myndi passa upp á fjárhaginn með mér og myndi koma fram við mig að virðingu og ást og ég held að við getum bara verið mjög hamingjussamir saman. Heldur það? Já, hver verið þinn? Ásgeir allan daginn. Okkur Ásgeir? Hann er yndislegur. Ok. Fallegur með gott hjarta og góðan húmor og fallit brós. Já, en... Og hann myndi verja mig. Hvern fólkið vildi meina að veri Aron... Hann myndi vera góður við mig. Aron Kjúli, eða þú ert að hlusta til hamingju með það. Stelpunni vildi meina að þú ert kynþokkaviltur í landsliðinu. Þú ert fallegur. Guðjón Valur, þú ert að hugsa, ég vil að við séum saman. Champion syngur hann hérna og með, þeim orðum ósku við íslenska landsliðinu,
Ég bara óskuðum lukku á morgun. Fættir sigurvegarar. Já, það einhvern veginn, það kemur rosalega spenna fyrir þjóðina að við vinnum á morgun. Já. Það bara þannig, við verðum að vinna. Já, við gerum það. Ég veit að það var svo svekkjandi líka að horfa á Jarðá í gær og við erum ekki með 2 stig í milliriðlinum. Já, ég veit. Og veist, við hefðum léttilega unnið Króatíu, en Slóveníu leikurinn var náttúrulega bara horfbjöður frá A til Ö. En íslenska liðið hefur nú oft gert þetta, að svona aðeins að skýta á sig í byrjun og rífa sig svo. Já, við eigum það til að fara erfiðu leiðina stundum. Við vonum að, bara við tökum þetta morgun og þá erum við bara konið í sen. Þá bara hreinn úrslitaleikur að hvort það getur komist áfram. Já, ég meina við þurfum hvort það að geta unnið alla ef við ætlum að fara þarna í úrslitir. Já, nákvæmlega, annars eigum við ekkert heima þarna. Og líka frakkarnir hafa ekki getað raskat á þessu móti og það er alveg að vinna þá. Algjörlega. Herru, ég ætla að segja hérna eina stutta frétt áður, við förum svo í netmisnotkunum eftir og það við erum með krassandi sögur þar núna. Já. Það er bara þannig. Það er alltaf að gerast það. Það eru nokkrir sem að verða fyrir barðinu á okkur núna. Já. Ég ætla að segja ykkur hérna frá 94 ára gömlum Kínverja sem að, hann er mitt nýtt ár hjá honum í dag. Hann er að fagna því í dag. Já. Herru, hann er að leita að ástinni. Þetta er 94 ára gamall maður sem hefur aðeins einu sinni átt kærustu, hefur aldrei gift sig og var núna að setja auglýsingar í öll blöð í Kína að hann sé að leita sér að hinni einu réttu. Hún má ekki vera yngri en 50 ára og ekki eldri en 70 ára. Nú. Já. 3-4 árum yngri en hann. Já, það sem hann að leitað leiðilegt að hún með ekki verið yngri en 50 ára því að þá á Anna Mjöll ekki séns. Já. Er þetta ríkur nú ekki að? Ég veit það ekki, nei það stendur ekki Lítur að eiga eitthvað, fyrst hann setja auglýsingar öll blöð. Já. Kostar nú eitthvað. Já. Hann getur ekki á að setja í öll blöð í Kína. Nei. Þá er þetta trilljarðamæringur Já. Þú veist að því ég veit að það eru 500 miljón mann sem eru á internetinu í Kína. Mér finnst þú að gaman að hendur sér fram í útvarpið því ég las þetta daginn. Svona fróðleiksmáli sem að þú vissir ekki en ég vissi. Þannig að þetta er bara maður sem er að leita ástinni, 94 ára gamall og maður bara verður að óska honum allsins besta en... Er þetta eitthvað kínverskur Ári Blöð? Ári Blöð, þegið Björn. Nei, ég meina, hann er á þínum aldri og hann á ekki kærustu. Er það ákveðt alveg svo gamall? Ég er að reyna að vera þvíleitt young og hippie hérna á FM 957 og þú ert að drepa það fyrir mér. Þú ert reyndar mjög young og hip. Ég er að senda hérna í Jason Derulo og ég er að vinna á FM og... Já, þú ert fallegur og með lága fitubróstuði. Já. Klæðir þig ágætlega. Þú ert síðasti maðurinn á landinu sem getur talað klæðiðaburð. Heyrðu, ég er einn best klæddi maður landsins. Það er eins og sért núna í einhverjum svona... Að því ég er í skyrtu? Nei, þú ert ekki í skyrtu. Þessi skyrta er svona eins og dúkur sem ég myndi sjá heima á M&A á einhverju gullsitt borði. Já, ok, segðu það við starfsfólk Vöslununa 17 í kringu. Já, það er hægt að finna margt. Þetta er eins og dúkur sem ég sé heima á M&A. Ok, það verður bara viðurkennast. Við erum með ótrúlega ólíkan fattasmekk. Ég er glæsilegur. Já, ég hugsa að séu flesti sammála því allar konur að núti myndu örugglega taka þinn fattasmekk, sko. Já. En flesti strákar ekki. Jú. Nei. Líka. Nei. Allir myndu segja já við mig. Herðu, ég ætla bara að henda nýjastu skýrtunni hérna á Twitter á UTB og spyrja fólk hvað þeim finnst. Hættu þessu einelti á mig. Hvað er þetta? Ekkert einelti, þetta er bara að við erum að spyrja fólki hvað þeim finnst. Ég þarf að fara í einhver vilt að ég sé nakin hérna fyrir framhæg. Alls ekki, ég væri bara til að sagði gallabuxum og gullsitt ból. Herðu, þá er það stuttar auglýsingar, svo er það netmisnotkunin og já, við erum með sláandi fréttir þar. Morgun þátturinn Magazín, virkamótna klukkan 7. Ég held að við erum allt og sjaldan perfekt. Það er góða búndur, ég ætla að fara úr skónum núna. Já, ég vorkinni fólkinni í kringu þig að það. Heldur þú sér táfíla mér það? Já. Nei. Situr hann inn og það ekki þú er alltaf í skónum. Það er illvatslikt af löpunum á mér. Já. Magazín, alla virkamótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabitið, best fyrir svanga. Hvað vilt þú láta binda þig? Hafðu frelsi til að velja og gerðu samanburð. Opin netskráning í alla hóptíma fyrir aðeins 2.990 á mánuði. Engin binding. Skráðu þig á reebokfitness.is. Póstviðgerðir. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá er Club Fit máli fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu!
kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! I'll go wherever you will go, syngur Charlene Soraya. Hugljúft og fallegt, við erum svona með þetta í smá blöndu hérna, það eru bæði róleg og falleg lög og svo erum við með mánudagsjammið þarna inn á milli. Þetta er fínt fyrir þá sem er kannski búin að drekka sig að snemmi í morgun. Þetta er hræðileg lýsing út af þetta. Við erum með róleg og falleg lög og mánudagsjammið þarna inn á milli. Ef ég myndi heyra þetta á einhver útastöð, ég myndi skipta strax. Það er eitthvað svona, þú veist, þú ert með bjór og komið til geðurstöð, eitthvað wherever you, svo allt í nú næstalega. Sá sem er samt eitthvað með bjór að hlusta á okkur núna, hann þarf að leita sér. Það fyrir eftir bara eitthvað aðstæð. Kannski var hann að klára eitthvað próf eða var að vinna í lotto eða eitthvað. Kannski er hann bara að fá sér máltíð og ákveða að fá sér eitt kaldan meðni. Já, það er reyndar eitthvað sem við Íslendingar gerum ekkert rosalega mikið af. Nei, það er annarkvort allt eða ekkert, já. Já, þetta er pínu þannig. Það er hort á þig, sko, eins og setur ruglaður. Þegar þú setur með bjór bara á mánudegi í hádeginu á vegamótum, sko. Þú setur kannski í kringlunni með dósabjór bara á mánudegi. Já. Fólk horfir á þig, þú ert bara hneykslaður, akkur er það að horfa á mig. Maður má ekki sitja þarna á bekknum fyrir utan kringlunni með eitt sixpack og þá er maður bara allt í nána aumingi. En herðu, það er eins og komið að netmisnotkuninni. Hver verður fyrir valinu í dag? Já, við erum með ykkur að 2-3 eða ekki? Nei, við erum með 2. Já, við erum alltaf með vinn okkar. Það er ekki hægt að fara í netmisnotkun á þess að, já... Suðurnesja prinsinn. Já, Óli Geir, skrifað Óli G-A-Y-R. Nei, hann er ekki Geir. Nei. Geir, það er ömurlegur brandari byrst afsökun á þessu. Herðu, ég ætla að byrja þetta, þetta er allt tekið á síðasta sólarhring, það er það sem er skemmtilegt við þetta. Já, þannig að fólk kannski sko, þú veist, þetta hefur oft verið meira juicy, en nú ákvaðu bara að taka síðasta sólarhring. Já, við erum að leika okkur svolítið með þetta, það er ekki alltaf þetta að vera með, þú veist, bara alla juicy partana. Núna erum við að sýna ykkur hvernig sólarhringur í lífi Óla Geirs er. Já, og hann er samt juicy, sko, alltaf juicy. Já, þetta er alltaf juicy stuff, hann veit alveg hvað hann er að gera. En sko, ein spurning áður fyrir minni þetta, hvað er eðlilegt að setja marga statusa inn á Facebooki sitt á einu sólarhring? Hvað líður langur tíma á milli statusa hjá þér? Mér finnst eiginlega, ég sjálfur, ég er bara í, kannski 1 á dag max, sko. Já, þú ert miklu meira að póka bara. Já, ég er mest þarna bara skrolla á milli og póka. Hversu tapast það var líka bara, sitja bara í vinnunni, kærast aðeins heima og vera að póka bara svo, pók. Já, þessi þetta var 1 pók. Það er eitthvað tapast það. Herðu, já, við ætlum að byrja á þessari netmisnotkun og Óli Geir, þetta kemur klukkan 5 mínútur yfir 1. Þetta er sem sagt í gær, þannig að þetta er laugardagsnóttin eða ekki? Já, þetta er aðfaranótt sunnudag. Já, en það komið sunnudagar þarna, þannig að þetta er kannski aðeins lengri en 24 tímar, en þetta er í rauninni í gær samt, sko. Já, þá hendir Óli Geir í, ég var að míga út í náttúrunni, djöðl var það gott. Já. Ég meina, það er gott að míga út í náttúrunni. Já, og hann fekk hann hellinga lækum og skemmtilegum kommentum og þarna í rauninni er hann að opna fyrir hrikalega skemmtilega samræður. Já. Þú veist, einhverju fleiri sem á til dæmis pissa í náttúrunni finnst þetta geðvægt fyndið og svo eru kannski sumir sem á, veist, ei, ákveð þetta pissa, ákveð fer ekki á klóist. Þetta opna fyrir ógeðslega skemmtilega samræður. Hei, Gauðir, ákveð verð ekki á klóstir? Gauðir, hvað er að gera út í náttúrunni? Það er svo gott. Og þetta rugglaður. Hvað er að þér? Herra, ok, en það er eitthvað sem segir mér, sko, Óli Geir ætlaði að taka janúarblöð. Hann er greinlega fallinn. Hann vildi meina, síðast ringdu við hann af því hann ætlaði að vera edrú í janúar. Kannski fór hann búið í garð, kannski var hann bara inn í PlayStation. Já, ég meina, hann fekk sér hlöllamastu klukkan 3:30 nóttina. Það var bara því að hann var brjálara þegar hann var búið að hella símana sem hann var samt edrú. Er Óli Geir það háður djamminu að hann haga sér eins og þessi fullur þó hann sé edrú? Og hann vill bara umgangast fullt fólk. Já, veist, báði, segjum hann sé edrú allan Jan, en hann er samt að fá sér hlölla á nóttinni, hann er mýg út í náttúrunni. Já, ég meina, þetta er bara hans lífstíl, skilur. Já, ég veit það, hvort sem hann er fullur eða ekki, þetta er bara sem hann gerir. Já. Herðu, svo er einmitt gaman að þú skulle rifja þetta upp að hérna fyrir einhverju viku síðan þá var hellt á síman hans. Já. Þess vegna var hann brjálaður og keypti sér hlölla klukkan 3 nótt. Núna setur hann statusinn fyrir 22 klukkutímum. Ég var að kaupa mér Samsung Galaxy síman. Hann var að kaupa sér nýjan síma. Okay. Og ég kann ekki að hringja úr honum upprófnumerki. Get bara hringt í þá sem er í símaskránu minni. Hvernig fæ ég upp bara svona tölu til að stimpla inn? Er að klikkast? Hann er komið nýja Samsung Galaxy-in, hann er brjálast en hann getur ekki hringt úr honum. Já, þetta er tiltölulega einfalt, sko. Það er svona svona logo, eða svona icon. Já. Þú smellir á það, þá kemur takkaborðið upp, sko. Já. En hann er væntanlega búinn að finna út úr því núna. Já, en hann var að klikkast á tímabili. Já, ég meina, já, hann, sko, reyndar, sko, mígur hann áður en hann er að klikkast, þannig að, þú veist, maður hefði kannski getað haldið að það væri að hann færi hlaup út til að pissi í náttúrunni í einhverju brjálæðiskasti, sko. Já. En það var ekki þannig. Nei, herru, svo hérna kemur næst, hvaða líkamsræktarstöðar eru á landinu? Getið nefnt með nokkrar spurningamerki og blikk broskall. Já. Þarna,
Hvaða líkamsræktarstöður á landinu? Hvað er þetta reykja, drengum maður? Þetta eru bara völklass og reyfing og sporthúsið og... Svo setur hann inn hérna nefnilega aðeins seinna sko. Þá sést hann er með eitthvað lag, svona eitthvað mix, DJ mix. Já, hann er að reyndar, ég er verið að gefa Óla að gera það. Ég ætla að henda þið inn á iPod-ið minn. Ok. Því að mér er gaman að vera í ræktinu og vita ekkert hvað lag er næst. Já. Og ég held að hann sé nú með alveg ágætis tónlistarsmegg, sko. Já, við skulum tjekka því. Já. En þá hann sko, segir hann alveg að detti 5.000 nokkrar af helstu líkamsræktarstöðum landsins hafa verið að deila þessu fési hjá sér. Djöfull kann ég að meta það. Næsta mix kemur í kringum 10. febrúar. Þá hann var að gera eitthvað svona ræktarmix. Já. Hann vildi grafa upp alla líkamsræktarstöður á landinu og senda þeim að deila ræktarmixinu. Ég skilji, ok. Þá veitum við okkur að maður spyrja hvað líkamsræktarstöður á landinu. Herðu, svo er þetta í lokin. Heldur á Facebook hafi ekki bara eitt Dirty Night eventinu sem ég gerði í gær fyrir Sjallan 4. febrúar. 3 upprópunarmerki. Myndin sem fylgdi eventinu var ekki við hæfi. Raskatið á gellunni fór greinlega fyrir brjóstið á einhverjum. Gerir nýjan event í dag. Já. Þetta sett hann fyrir 4 tímum síðan. Já. Raskatið fór fyrir brjóstið. Þetta ég veit ekki hvort hann hafi verið að leika sér að þessu, en þetta er allavega, það ert að henda þessu út og hann er að búa til nýjan event sem segir okkur það að það er Dirty Night í Sjallanum á Akureyri 4. febrúar. Já. Ég ætla að tjekka á kallinn. Ég ætla að aðtóa hvort hann sé hérna við síman. Það er svo margt sem ég þarf að ræða það núna. Það er bjallega núna? Já, ég verð að tjekka á það. Ok, hérna á meðan ætla ég að segja eitthvað skemmtilega sögu. Hérna frá því sem ég rakst á. Það var hérna, nú er ég með félaga á Facebook. Já, herru, klárum það, svo ringi ég hann. Ok. Hann sem sagt er á mínum aldri. Já. Og ég sé að hann setur, ok, ég ætla að byrja á byrjunni. Það sem sagt er stelpa sem hann setur inn mynd af sér. Já. Og Maggi Mix sá eðal pappi kommentar á myndina og hann náttúrulega hefur svona getið sér gott orð fyrir að vera með pick-up línur og kenna fólki að tala við konur og svona, hann kann á samskipti kynjana. Já, hann hefur verið að vinna svolítið með það. Og þessi stelpa er, hún setur inn mynd af sér og þá kemur komment frá Magga Mix og það er mjög skemmtilegt og segir, vá, hvað þú ert sætt. Ef þú væri flík, værirðu pels, alltaf mjúk og hlý eins og pelsinn. Býta aðeins, ekki má gleyma hárinu og yndislega brosinu, hvítar og fallega tennur, gullfallega og glansandi augu. Hvað getur klikkað? Ekkert. Ég vissum að alla stelpunar öfundaði fyrir 1000% fegurð og yndislegt andlit. PS, halda áfram að vera þú, sem satt falleg og njóttu þess að vera til. Kveðja, Maggi Mix, rödd sannleikans. Það er ekkert smáraðið maður. Þetta er bara rósarinni þarna. Það er einhver Rómjó í stráknum maður, ég ránaði með hann. Já, en svo kemur hérna komment frá bróður stelpunar. Ok. Hérna 2 fyrir neðan. Og hann segir, Maggi Mix, hvað þú gamall eiginlega? Þessi stelpa sem þú ert að syngja ástarljóð er 15 ára, fædd árið 1996, sem er líklega árið sem þú byrjaðir að, væri ekki nær að reyna við stelpur sem er aðeins nær þér í aldri, rífðu þið upp, drengur. Ok. Brósi ekki sáttur, sko. En hann var svo sem ekki var hann ekki bara að segja að hann væri falleg? Jú, ég menna, ég hef ekki að túlka bara hann, skilur, hann er bara rósa stelpunni fyrir fallegt útlit. Já. Og hérna, jú, kannski menn hafa einhverja skoðanir, mismunandi skoðanir á því, hvort það sé viðeigandi. Ég menn, hún er náttúrulega talsvert yngri en hann, Maggi er, 25, 6? Já, bróðurinn svona, þú veist, að passa upp á systir sína, maður skilur það. Já, systirinn hann einhverjum áratug yngri. Já, en ég ætla að verður ekki að taka upp hanskan fyrir Magga-greið og hann hafði nú bara verið rósa stelpunni og verið sæt og fín. Jú, þetta var bara svona, þetta var svolítið skemmtilegt. Þegar Maggi kom með þessa svakalegu lofræðu. Já, það er sko eitt sem að við erum bara, er þetta eitthvað sem þú setur bara fyrir framann alla? Nei. Þú ert með svona rosalega lofræðu eitthvað. Er þetta ekki meira svona í message? Jó. Er það ekki? Jú, við hefum nú rætt það áður líka. Fólk þarf að kunna línuna á milli hvað fer á vegginn og hvað fyrir message. Já, nákvæmlega. Herðu, hérna áður við endum með þessa netmisnotkun og ætla ég aðtuga hvort að DJ Jóli Geir svari. Jóli Geir. Heyrið þið, það er partí í hringingunni hjá honum, sem fyrr. Það vil bara djamma það. Já, og ringir Jóla fyrir gott skap. DJ Jóli Geir. Hvað segir þið? Hvað segir kemli? Ég er búin að gleyma það mánudag með. Já. Ertu ekki að hlusta? Nei, ég var svoandi bara. Já, er við helgi? Nei, reynda bara létt, sko. Já, en okkur er það sofandi klukkan 5? Janúar, þegar ég er að fara að keppa eitthvað smá pánett. Nó, smá pánett fyrir basketinn? Já. Já, þú ert í körver, hvað er það, utandeildin eða? Já, utandeildin, önnudildin. Ok, fyrirgeðu, önnudildin. Á að spila edrú eftir, eða? Já, edrú eftir. Já, var það eina skipti sem spilaði körfu fullu, var það í Danmarku? No comment. No comment, já, ok. Herðu, við vorum að fara eins, þú lendir inn í smá netmistokun hjá okkur, við dróðum úr vænum potti og þú varst svo opinn. Hérna, þú varst að taka janúarblöð eða ekki, ætlar ekki að vera edrú í janúar? Jú. Og hvernig gengur? Það bara gengur rosa. Fjælstu um helgina? Fjælstu um helgina?
Nei, okkur held ég það. En þú varst að míg út í náttúrunni? Hver skrifar status á Facebooki sitt, ég var að míg út í náttúrunni, djöðlar það gott. Klukkan 1 nótt? Ef hann ekki fullur. Ég var bara að prófa að gera svona status í símanum mín, sko, nýja síminn. Nýja síminn? Já, nýja síminn. Samsung Galaxy símiðinn? Já. Ertu byrjað að læra hvernig á að hringja? Þú gæst alltaf að svara okkur núna þegar við hringdum? Ég er búinn að taka smá kennslu á þetta. Ok. Það er ekkert smá mikið og flókið frostmaður. Er það? Já, bara fullt af svona óþörfa options eitthvað. Hvaða banka var Óli Geir að ræna? Komin á splungun í hann Lexus, Galaxy sími? Var að filma Lexus líka? Það er ásatíðin á Players, maður. Það er ásatíðin á Players, maður. Eru demanskottin að verða á þröngi fyrir kallinn? Já, það er bara henni. Rolling in the deep, maður. Herðu, hérna, svo vorum við að spá í ræktamixið þitt. Ég er að spá í að downloada því. Það er ekki eitthvað gullsitt? Jú, það er bara yfirgött. Það er allavega 5-6 manns búin að tjekka því. Það er yfirgött. Ok. Veitir alltaf að tala hann sem kom með 6 í fytupróstu, sko, þannig að hann verður glánað með að fá þetta í rættina. Ég er alltaf að tala það, þegar ég. Jú, núna, sko. Já, ég veit, hann var áðan eitthvað, getur minnst á eitthvað svona, eins og þetta komur í jafnvægi, hvað ég sé með lága fytupróstu. Shit, hvað fann þetta borgað þarna, ógeðslega pervertiðin. Hérna, já, ok, þannig að þú ert bara feskur og ennþá edru. Já, þetta var. Og kallinn að skipa líka Dirty Night núna? Það var ekki að grínast, maður. Nei, hver, verið að grínast eða? Nei, ég gerði eitthvað event í gær, maður, og það var flegarum á Facebook og allt brjála á Akureyri núna, sko. Já, við sáum það, búið að henda eventunum út. Já, og svo er bara allt bara brjála á Akureyri, sko, bara... Hvernig, ég verð að spyrja Óli Geir, hvernig nennur þessi? Þetta er endalaust vesen, maður. Það er alltaf allt brjála út þessu Dirty Night-in og akkur skýrir þetta ekki eitthvað annað? Ég bara, sko, það er alltaf bara hringt í mig, sko, eigendur staðana, sko, þeir þurfa alltaf að gangi í gegnum þetta, sko, ég er bara heima. Já, ok, þú ert bara heima og svoandi, leggja fyrir leik. Herru, gangið vel í annari deildinni, Óli, og hafa það sem allra best, vonandi drauguðu ekki úr hattinu næst og þá farðu frí. Farðu valega, bless. Herru, já, þetta var Óli Geir, hann bara leggja sig fyrir leikinn, maður. Já, hann er flottur. Já, þetta er eðaldrengur og við ætlum að fá eitthvað sem allir er að leita. Ja, herru, We Found Love, Rihanna. Rihanna hérna, We Found Love in a Hopeless Place. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hérna, á FM 957, Auðun Blöndal og Björn Bragi með ykkur hérna til 6 og ég var að spá að lesa hérna fyrir Björsi, hefur áttu slæman yfirmann eitthvað? Já. Með það? Já. Einhvern sem þú þoldir ekki það? Já. Ok, hvar var það? Ég vil ekki tala það samt. Ok, hvað hétt fyrirtæki? Vil ekki heldur tala. Ok, hvað varst að gera í fyrirtækinu? Vil ekki segja það. Ok, segðu mig þetta, hvernig var hann vondur? Sko, það koma 2 upp í hugan. Nú, ok, við erum svona óöppið miðjumenn. Þú veist, kannski var ég bara leiðilegur. Varst það kannski þú? I was my own boss. Já, hvað er málið? Nei, sko, fyrsti var svona, þú veist, maður var búinn að vinna alla vikuna, þú veist, 10 tíma á dag og svo bara eitthvað, herru, getur þú komið á morgun? Og ég bara eitthvað, nei, ég bara er að fara að gera, ég man ekki hvað ég var að gera. Já, sko, þú veist, þá var hann bara brjálaður fyrir mig. Það var sem sagt að hann pyrraði mig við því. Það var fólk, þetta er lélega saga sem ég sagt í útvarpinu. Seinni, ég ætla að halda á hann. Shit, hvað þetta var vondur yfir maður. Vá. Nei, hann var bara við stæla. Vildi hann kemur aftur í vinnuna? Hann var bara við stæla. Nei, þú veist, heyrðu, maður búinn að taka fullt af aukavöktum, svo getur maður ekki tekið endalaust af aukavöktum. Því að var eitthvað bara dáningur, skilur Seinni var bara eiginlega óhæfur, sko. Bara lélegur sjálfur, sko. Bara óhæfur yfir maður? Já. Þú veist, heyrðu, hvað átti ég að segja bara, heyrðu, hann var að, káa mér eitthvað, þú helst að ég myndi segja eitthvað svona? Nei, ég er ekkert að tala um það, bara svona hvað væri, þú veist, hvað gerir hann óhæfum yfirmanni, skilur, þú veist, mann að lemja það eitthvað? Nei, ég veit ekki, en... Hann lamdi mig. Ná, ok, strax sagði hann skemmtileg. Herðu, ég vildi ekki segja þetta, þú lést mig segja þetta og lést mig segja lélega sögu. Já, ég veit það, en sko, að þá var að því ég ætla að fara hérna yfir, það eru komin svona þau helstu merki að yfirmaðurinn fílaði ekki. Já. Þá verið að tala um, sko, hvernig þú átt að spotta það. Já. Og þetta er endur allt voðalega basic, sko. Þetta er nú ekkert besta greinin sem við lesið hérna í þessu þætti. Hann horfir ekki auguna þegar hann tala við þig. Ok. Hefur þú lent í því? Það verið miðjumann sem að þú sér það að hann er ekki að horfa í augun þegar hann tala við þig. Ég man það ekki, örugglega. Ég er þetta, sko, ég var svo sjálfur erfitt með að horfa í augun og fólki þegar að tala við það. Sérstaklega ef það er mjög nálægt mér. Nú er ég að horfa í augun á þér. Já. Hvernig finnst þér það? Mér finnst það svona allt í lagi að því þú ert svolítið langt frá mér, sko. Ef það væri mjög nálægt mér, þá myndi finnast óþægilegt. Líka þegar það eru straumar á milli okkar. Já, fyrir utan það. En þetta er þetta, sko,
veist ekki hvað að tala með, ef yfirmaðurinn alveg geðvægt nálægt þér að tala við þig, líður ekki illa þá? Viltu að ég komi nærið þér núna? Nei, þú ert ekki yfirmaðurinn minn. Kannski. Nei, aldrei, vonandi, aldrei, þú ert þetta mjög gáðar, þú getur þetta að vinna fyrir þig en allavega, þú veist, þá byrja ég strax bara svona að leika mér eitthvað í rennulásnum eða kikki vasan eða og horfið svona niður, sko. Ef fólk horfið djúpt í, eða svona mikið augun á þér. Já, mér finnst það vera, ef maður þekki fólk ekki mjög vel, sko. Mér finnst það ekkert mál að þú þekki fólk vel, þetta er góði vinninir eða svona eitthvað svona, en þú þarft eiginlega að vera komin á ákveðið level svona með fólki til þess að horfa vel í augun á því, þú veist, þegar þú talaði það, ekki? Alveg sammálaði. Og ég var með einn yfirmann, sko, þegar ég var að vinna í Vört, og það var fyrsti yfirmaðurinn minn þar, hann las í augun á fólki. Þannig að hann stoppaði mig stundum og þetta er eitthvað sem hægt er að læra, sko. Ég reyndi að vera ekki að kaupa það, 20 tapi, og hann svona, þú veist, Auðun, leið mér að lesa hans í augun þínu. Ég bara svona, hvað er maðurinn að reykja maður? Það var Þórhallur miðill? Nei, en hann var búinn að læra eitthvað svona dæmi. Þá gæti hann sagt mér hvernig árið yrði hjá mér og hvernig árið ég hefði og eitthvað svona rugl, sko. Og var þetta góður eða slæmur yfirmaður? Þetta var góður gaur, sko, Björsi. Þetta var alveg nettur yfirmaður, en þetta var pínu skrítið. Það er svolítið steikt að vera að labba upp stigann kannski með einhverja pöntun og svo allt í einu heimtar yfirmaðurinn og horfi í augun á þér. Já, þú hefur ekkert verið, þú var Þóra líka hringið en eitthvað veikan. Já, ég tók alltaf mína 2 veikindadag. Ég passaði mig á því þegar ég var að vinna. Var hann þá ekki bara augunar þegar þú komst og sagði bara, þú varst ekki veikur? Nei, hann var nefnilega uppi, sko, hann var svona forstjórinn. Já, ok. Hann var ekki beint svona yfirmaður, hann var yfirmaður okkar allra, sko. Kom bara öðru hverju niður til þess að lesa í auguna þeir. Ángríns. Herðu, svo er það hérna að hann vondi þess að, þú sér það líka að yfirmaðurinn hann er ekki að fíla ef hann heldur mikið af fundum og býður þér aldrei inn á fundin. Ok. Það er eitthvað... Fílar mann þá ekki? Býttu okkur í einn þetta frammi. Hvað kjaftaði þetta? Þetta er svona, þú veist, segir sér pínu sjálft. Og svo er það ef að yfirmaðurinn hefur farið einhvern veginn í hádegismat með einhverjum minnu félöginum en aldrei þér, þá er það annað merki að yfirmaðurinn fílið ekki. Þetta er eins og ég sagði, þetta er svona svolítið basic bara. Þetta er svona svolítið bandarískt líka. Já, þetta er náttúrulega þetta kemur frá Bandaríkjunum. Já. Hefurðu farið, jú, maður gerir það náttúrulega núna, maður finnst þetta alveg hádegismat með yfirmanni sínum og vera að ræða daginn og veginn og eitthvað svona og þáttinn og eitthvað. Yndislegur yfirmaður okkar. En ég hef samt aldrei farið í hádegismat með hinum yfirmönnum mínum. Nei. Aldrei. Kannski eru þeir. Það er líka, ég held að sé líka verið að tala svona, þú veist, fólk sem er á svona skrifstofum og eitthvað svona. Það er ekki beint að tala menn sem að, þú veist, eru að vinna á laga, kannski held ég. Nei, þetta er svona, einmitt, kannski ekki, þetta er svona kannski ekkert allt of stór vinnustæður, sko, þú veist, sem við verðum að tala sko. Ég er líka bara mjög, þegar ég var að vinna á lagar, þá er ég líka bara mjög ánægð með það. Ég vildi bara hanga með strákarnir sem voru þar. Ég nefndi ekki að fara eitthvað í hádegismat með yfirmanni mín. Nei, þá fyrir að passa þig svona. Já, passar með hvað segir og ég er eins og maður. Herðu, fáum hérna stuttar auglýsingar og svo er Björn Bragi með óskalæðina eftir. Viltu nælar í bakkelsi fyrir alltaf 10 manns? Magasín og Kaffi Konditor í Copenhagen bjóð upp á bakkelsi fyrir alltaf 10 manns á hverjum föstudegi. Send okkur post á magasín@fm.is og segðu frá þér og þínum vinahópi eða vinnustað. Kaffi Konditor í Copenhagen, Suðurlandsbraut 4 og Grensásvegi 26. Alla föstudaga í morgunþættinum Magasín. Stjörnufréttir, spjallvisa þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. 7 daga skiptiréttur. Toyota, betri notaðir bílar. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá er Club Fit máli fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Dílar.is í dag. Brasilískt vaks á snirti á naglastofinni Beautiful Ice Colors á aðeins 3.250 í stað 6.500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Pítupartí á Pítunni. Pítan. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. FM 95 Blö. Light no light syngja þau í Florence and the Machine. Þetta finnst þér ekki flott það? Mjög fallegt. Já, þetta er góð hljómsveit maður. Hún er svaða röddið sem bíða. Fullt af flottu lögur sem hafa komið frá þeim. Þeir eru að hlusta hérna á FM 95 Blö. Er þetta ekki ein pía eða? Er hún bara ein? Já, þetta er, gæti verið. Heitir hún Florence þá eða? Já, ég held að. Og er hún bara hangandi með vélum?
Hún er Florence and the Machine. Florence and the Machine. Ok. Ég held það. Já, ég veit ekki, ég get ekki, ég meina, þú ert maðurinn sem keppir getur betur. Já, ég keppi mitt núna í vetur. Já, keppir betur í vetur. Herðu, það er, já sko, eitt sem ég vil ræða núna og ég vil sko fá hlustendur F95 blöð með mér í lið núna því að það er ungur maður ungur og ekki ungur sem á sér draum og þessi maður heitir Herbert Guðmundsson eða Hebb-vélinn Big Herb Man Herb hann er að keppa núna í Eurovision og hann er að syngja núna næsta laugardag og lagið hans, það er einhverja voðalega reglur í þessu Eurovision rúfrugli að það má ekki spila fyrir eitthvað eins og núna fyrst má lagið hans heyrast að því hann er að spila á laugardaginn þetta lag er náttúrulega löngu tilbúið og lag sem ég veit að landin hefur beðið eftir mikið spennu. Síðan Can't Walk Away kom út. Og ég veit ekki með ykkur en ég sko áhrif á ekki bara leiða hlustundum að heyra hans þetta lag. Ég hef ekki heldur þetta þannig ég ætla ekki að spila allt lagið kannski en þetta er lagið sem Herbert Guðmundsson er að fara að syngja núna laugardaginn. Lagið sem Herbert Guðmundsson syngur núna næsta laugardag í Eurovision og er það bara ég að þarf að halda keppni þegar Herbert Guðmundsson keppir? Ég veit ekki. Spáðu hvað er ógeðslega gaman, þetta er svona, Herbert Guðmundsson er svona maður sem bara allir á Íslandi, það er ekki hægt að vera illa við Herbert Guðmundsson. Og hann er, Kallmenn vilja vera hann, konur vilja vera með honum. Já, og ég held spáðu bara hvað veri ógeðslega gaman í sumar, í maí, að vera bara með eitthvað good shit, sko, Eurovision party heima á sér. Barbecue. Allir í feelings og allt í henni bara, þú veist. Stígur hann á sviði. Eilíða ást. Við erum að tala saman hann, sko. Hvernig er þetta á ennsku? Love. Endless love. Já, endless love. Þannig að ég er svona vonast til að hlustendur F95 blöð bara fari on the wagon og kjósi Herbert Guðmundsson. Ég ætla allavega að lýsa, ég er að senda frá mig stuðningsyfirlýsingu hérna. Er þetta einhver áróðursþátturinn Herbert eða? Alls ekki, ég er bara, mér finnst þetta svo mikið snillingur og ég fíla lagið og þetta er bara mín skoðun og ég er rétt að henni. Já. Ertu ekki heppamaður? Myndir ekki kjósa? Jó, ég er alveg heppamaður, sko, ég veit ekki, ég vil segja sem minnst um þetta lag. Já, svo náttúrulega líka, sko, Magni er að syngja líka Hugaró hérna á laugardaginn og ég held að það las ég líka, það er náttúrulega nokkur góð lög hérna. Já, ég er ekkert búinn að fylgjast með þessu. Ekki neitt? Ekki neitt. Nei, ok. Bara heyrt þetta hérna Blár Ópal-lag hérna. Já, þetta er svona, meðan þú ert á fyllir niðri í bæ allar helgar, þá er ég heima að horfa á Eurovision. Ég er svo brúður maður. Nei, jú. Þú ert ekki, þú tókst ekki janúarblöð, en ok, þetta er allavega lagið. Ég er að taka kínverskan janúarblöð. Reyndar, byrjaðar í dag. Já, og hætti á föstudaginn. Já, svo ég segi, þá ætla ég að senda stuðningsyfirlýsingu fyrir eilífast. Alla virkadaga. Ertu? Já, hver er það ekki? Mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga. Þá drekk ég ekki neitt. Hvað þó, ég fái mér þessi föstudaga, laugardaga og sunnudaga? Ekki sunnudaga. Nei, maður fær svona ekki á sunnudi. Ekki nema United sinni búið að tryggja sér eitthvað titil eða eitthvað. En vinur mér reyndar var að vinna helgina. Hann gæti ekkert fengið sér á föstudag og laugardag. Og hann, það var svo mikill þorsti í honum að hann fekk sér bara í gær. Í alveg? Ég er sko... Þjóðþekktur einstaklingur, sko. Ég gef ekki upp nafn samt hér. Nei, allavega ekki Jón Jónsson. Nei. Herðu, við ætlum að fá hérna örstundar auglýsingar og veist, ég er bara svo ánægð með þetta lag. Ég hefði langað til að spyrja hérna hlustundu hvað fannst þetta lag. En endilega sendiði mér á ÖTB á Twitter hvað ykkur fannst nýja lagi hans Heppa og hvort þið vil ekki sjá það áfram í Eurovision. Nú getur þú valið 8 tegundir af hambúrgurum. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Lán fyrir skólagjöldum. Auðvitað, hér er leið. Til 40 ára með áuninni verðtryggingu, sértæki vísitölutryggingu, að tenni tillit til verðbólgu vísitölu, hagvættarhalla verðlagsvísitölu, neysluverðs og gengismismunarverk í þjóðarframleiðslu. Láni getur verið tilbúið í næsta mánuði. Ok, býtu, hvað myndi ég síðan þá borga tilbaka eftir... Elskar mig góða, það veit enginn. Það er ekki veit að vita það. Múla.is. Peningar á mannamáli. Fundu uppáhaldspítsuna þína á Castello.is. Castello, Dalvegi í Kópavogi og Dalshrauni í Hafnarfirði. Castello.is. FM95 blöð er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is. Þú ert að hlusta á FM95 blöð á FM 957. Ég er á
ánægð með fólkin á Twitter. Það virðast flesti vera sammála mér að það sé mikið Eurovision í þessu lagi og Heppa. Já. Og flesti bara mjög ánægð með þetta lag. Er þetta ekki bara það besta sem hefur komið til þessa? Frá Herberti? Já, nei, Eurovision fórkeppni, sko. Jú, reyndar. Ég er ekki frá því. Þetta er eitt besta lagi sem hefur komið bara þessu ári. Enda kóngurinn og ég hlakka til að sjá hann performa þetta live næsta laugardag. En, herru, ég spilar tölvuleiki mikið. Ég spila einn tölvuleik og það er FIFA 12. Ok. Vart mikið á honum með það? Ég spila mjög mikið. Ég spilaði mitt sérstaklega mikið helgina. Ok. Svo mikið að ég er með rifinn hægri þumal. Ok. Að takkanum? Já, ég nota nefnilega ekki analógin, sko. Ég nota, þú veist, venjulegu takkana, sko. Þú veist, ekki analóg. Já, ég skilja, ok. Og þá, þeir fara svolítið illa með þumalinn, sko. Já. Það er maður svona tegir hann svolítið. En hvað þarf maður að spila lengi sem maður fái sár á þumalpötan? Ég vil ekki segja það. Já, ok, varst í þessu marga klukkutíma? Nokkra. Já, ok, wow. Ég get aldrei verið svona lengi í dörr. Jú, reynda kannski. Já, þú veist, við vorum svona í afslöpun, félagarnir. Já. Fá okkur eitt kaldan yfir leiknum og svona. Fá kaldan og FIFA, þetta er gang. Já, þannig að ég er meiddur, ég er með íþróttameiðsli. Já, eftir erfiðan fótboltaleik leik helgina. Já. Ég stóð mér vel. En hvernig var það þegar þú varst að spila FIFA? Fórstu og meikstu? Bara í sófan bara. Nei, nú er ég að spila það alvöru, fórstu á salendið og pissar og svona. Þetta er nú ekki svo slæmt hjá mér. Nei, því að þetta er orðið algengt vandamál í Bandaríkjunum núna að, já, það er að koma núna markaðan eitthvað sem heitir tölvuleikjableia og sem er mjög svipuð svona bleium fyrir fullorðið fólk sem heldur ekki saur, sko. Okay. Því að það er orðið algengt vandamál bæði hjá breskum og bandarískum úlingum að þeir úlingum og karlmönnum stendur hérna að þeir hafi ekki fyrir því lengur að fara á klósettið til þess að missa ekki úr leiknum og þá verið að tala sérstaklega um leik eins og World of Warcraft og álíka Similar Games og það er auðvitað eins og EVE Online og eitthvað svona. Það er það mikið að gera hjá þeim í þessum World of Warcraft leik sínum að algengast er að fólk eins og hérna stendur sé með fullorðinsbleiu og mýi hana mýi í flöskur sem það geima undir borðum eða hreinlega bara mýi og í sig meðan að spila leikinn. Þú veist, hvað er að frétta, maður? Ég trúi þess ekki. Þetta er hérna á pappír og það er núna verið að tala um það að það var þetta stórgráð því að gera fullorðinsbleiur sem að heita computer diapers. Þannig ertu komin á botnin, sko. Þannig er botnin, það er bara shit, mér langar að syngja ég heit félaga minn núna. Herri, er það gæinn sem að þú fannst inn í þarna... Já, Sverrir Bergman fann hann inn í World of Warcraft heiminum. Það er uppáhaldssagan mín eður, ég veit ég er búinn að segja hann. En hann er sko, þú veist, ég veit samt að átnið vinnu minn, hann mýgur og skýtur ekki í sig, sko, en það væri hann ekki besti vinnu minn. Þú veist það samt ekki, kannski gera það. Jó, ég veit það. Ég held að gera það. Er það meina bara þegar hann er að spila? Já, þú veist, þegar hann læsir öllu, skilur, slekkur ljósinn og fer í leikinn og þá lætur hann allt flakka, sko. Hversu þjáður, bara, hvað, ég næ ekki að setja að hausa, bara ég næ ekki að hversu veikur ertu orðin að þú getur ekki farið á klósettið út á tölvuleikninum af því að þú ert, og líka eins og ég kom inn á með þér þetta er svo barnalegi leikir þú ert eitthvað dvergur að hlaupa skógin og þú bara skýtur og mýgur í því að þetta er svo gaman hvað er að þér? Er ekki þetta ít á pásu? Nú verður ég að reiður, sko. Nei, að þetta er allt online á netinu til dæmis, þú veist, þú ert einhverju bulla, þetta er svo frændi, vinnu minn þegar hann gæti ekki tala við og Svessi fór inn í tölvuleikin til að finna hann og spurði hvort hann ætlaði að koma út að borða með okkur þá var með svo mikið að gera hjá honum í missjóninu og hann sagði ekki, neða, ok, hver er að fara neitt? Hann skrifaði bara, N-E-H, hann veist, það var það mikið, hann svo bara skoppa hann inn í skóginn að leita einhver gullpenningum eitthvað og þetta er einhvern veginn, það er svo mikið að gera hjá þeim að þess vegna komast þeir ekki á klósetti af því þeir eru í einhver svona missjóni og Sverrir Bergman er búinn að reyna að útskýra þetta fyrir mér og ég er actually núna að verða bara pínu reiður af því þetta er svo kjánalegt þá eru þau öll saman með svona headset að tala ok, hver ætlar að fara fyrstur öll inn passa að fara, ég fer hægra megin og ef að þú segir allt inn bara, herru straka, ég þarf að drulla ég kem þetta smá, þá ertu bara reglulega útskúfaður eða eitthvað Já, þannig að þá er betra bara Nei, bara betra slökkva á kantinum og geta live Ég held sko, þú veist að við höfum ekki prófað þetta, ég og þú kannski er þetta bara mjög skemmtilega en alvöru líf við höfum aldrei prófað þetta voðalega rautið hafa ekki saman þess að dana hann er búinn að finna sér nýtt og skemmtilegra líf Já, við erum alltaf bara eitthvað hérna í ykkur vissir ekki hann er að, þú veist Battle Dwarf með 2x og gefur því líka hann skaða Já, þetta er svona, ég reyndi að spila í AD og D sko sem úlningur á Sauðárkróki ég var ekkert all in sko en við fórum stundum og það er svona ef þú myndir sjá einhvern spila þá myndir grenja og hlátri sko að þetta er svona, veist, það er einhver sem er svona Dungeon Master og hann ræður heiminum hvað er að gerast sko og hann er til dæmis, það er ekki hægt að útskýra það en þá ert þú að leika svona til dæmis og svo kastar þú tening til dæmis ef ég lenda okkur skrýmslið og ég bara ok, ég tekur sverðið mitt og ætla að slá það þá kasta ég 20 tening og ef ég fæ 20 þá hitti ég rosalega vel og svo
niður sko. Þið eru að hlusta á nörda þátt Auðun Blöndal. Ég bara viðurkenna það, ég hef spilað D&D og svona, en ég verð reiður þegar þetta kemur að þessu World of Warcraft dæmi, af því að ég hef átt vini sem hafa farið niður þessa leið og ég saknaði þér á tímabili, en ég held að þessu báður að rífa svo úr þessu. Svessi er hættur í World of Warcraft og frændið þetta að hlusta, hættu þessu. Herru, þetta er eitthvað sem er strax skemmtilegar að spila. Smá póker. My Poker Face syngur Lady Gaga þarna, hressandi lag og já, gamall smellur, eins og er klukkan orðin 6 eða 10 sekundur í. Það þýðir að, já, vaktin okkar að ljúka, Bjössi. Já. Þetta er búið að vera fljótt að líða hérna hjá okkur félagunum. Enda skemmtu okkur svo vel saman. Já, og komist að því meðal annars í dag að Aron Pálmarsson er kynþokkafyrsti handboltamaður landsins að mati hlustandi okkar. Já. Og Björgvin í öðru sæti með síða hárið og þannig að það er... Og við setjum Ásgeir í þriðja sæti því ég ætlaði að gefa honum mitt atkvæði. Já, ég gaf Guðjónu val líka. Men hann fekk ekkert atkvæðin annars. Já, helling. Nei. Fekk slatta. Herðu, við Sveppi verðum mættir hérna morgun klukkan 4. Þá er meðal annars Bubbi Mortens í hitaklefanum og já, ímislegt. Það verður rosalegt. Ímislegt annað fjör. Já, það verður gaman að grilla Bubba eins og ímislegt sem við þurfum að öskra á hann. Hann mun örugglega snúi sig yfir á ykkur og byrja að öskra á. Það kemur ekki óvart reyndar. En hann er hættur á Facebook og hann var brjálaður yfir iðnaðarsaltinu og ég veit ekki hvað þannig við. Hann er alltaf brjálaður. Við látum Bubba Mortens heyra það á morgun þannig að stillin klukkan 4. Hann er hérna á leiðinni, hann Rikki G og já, þið fylgið honum eitthvað inn í kvöldið. G. Takk æðislega fyrir hlustuninn í dag og við heyrumst eldress á morgun. Ég geti óskast, ég geti hent núna einhverju svona rosalegu lagi til að enda þetta á. Kveðjulag. Já, en því miður að þá þarf ég bara að enda þáttinn á auglýsingum. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Ég held að við erum allt og sjaldan perfekt. Það er góða búndur, ég ætla að fara úr skónum núna. Já, ég vorkinni fólkinni í kringu þig að það. Heldur þessi táfíla mér það? Já. Nei. Situr og nynnu að það ekki sem þú er alltaf í skónum. Það er illvatslíkt af löpunum á mér. Já. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Póstþjónusta. Póstþjónusta BJB. BJB.is. Pítupartí á Pítunni. Allar pítur með frönskum og gósi á aðeins 1095